Ég ætla að bjóða öllum hérna hjartanlega velkomin hérna í kirkjunni í dag. Gaman að sjá hvaða margir þrátt fyrir veður og verslunarmannahelgi og annað. En velkomin líka ykkur sem situr heima fyrir. Og við ætlum að byrja hérna með því að lúta höfði í bæn. Skulum biðja aðeins smástund, kæri himnesku Faðir, við þökkum þig fyrir þennan morgunstund og þín hvíldadagur. Við biðjum þínu blessun og biðjum þínu heilagas anda þess viðvera til þess að við getum tileignað okkur það sem frá þér að lofa þig að tigna. Í Jesú nafni, amen. Við ætlum að syngja hérna sálma númer 10, Lofa sálminn lágværð himna. Og hún er komin hérna upp á. Við ætlum að halda áfram með að syngja og við ætlum að syngja sálmu númer 430, Elska til þín. Thank you.
Við skulum standa upp þegar lesið ritningatekstan fyrir í dag, en hún tekið úr Matteusar Guðspjalls 28. kapla, 18. til 20. vers. Og Jesús gekk til þeirra og talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því að gjöri allir þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nöfnum Föður, Sonur og Heilags Anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veralda. Við skulum lúta höfði í bæn. Kæri himneski Faðir, við þökkum þig og lofum þig fyrir það að við getum komið fram fyrir þig enn og aftur og lofum fyrir það að þú ert með okkur allt til enda veralda og við biðjum hvort að þú vil hjálpa okkur til þess að vera fúsi til að fara út og boða það sem er frá þér. Við þökkum þig í Jesú nafni. Amen. Við ætlum svo að halda áfram að syngja eitt sálm til viðbótar sem er 419, Heyrð nú kallar. Þá ætlum við að taka upp gjafir.
Við skulum lúta höfuð í bæn. Kæri Faðir, við þakkum fyrir þessi gjafir sem er komið inn til þess að öfla þitt starf. Við biðjum blessið fyrir gjafarann og fyrir þessi fólki sem eigi að taka móti. Takk fyrir í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja eitt barnasalmur og því eftir á kemur barnasaga. Svo krakka, gera ykkur tilbúinu því megi bara því að við erum að syngja, koma hérna upp og setjast fremst. Og við ætlum að syngja Jesús hann oss elskar öll. Krakka, þá er barnasagan að byrja. Það er ekki núna, nú er barnasagan. Pappa ætlar að segja sögu. Góðan daginn, krakkar. 1, 2, já. Setja aðeins nær. Heyrið vel í mér, krakkar. ¿Me escuchan bien, niños? Í dag langar mér að segja ykkur sögu sem við finnum í Biblíunni. Hoy les quiero decir una historia que se encuentra en la Biblia. Þetta er saga Daniel. Es la historia de Daniel. Já. Þetta er kannski saga þetta við þekkið, en Daniel, hann átti heima í Ísrael, en svo var hann hernuminn. Hann var tekinn í burtu frá landinu sínu og að fara með hann á stað sem heitir Babylon. Daniel lo llevaron de su hogar en su país y se lo llevaron a un lugar que era un país extranjero que se llama Babilonia. Og hann fór í skóla og hann var að vinna fyrir konunginn í Babylon. Y estaba trabajando para el rey de Babilonia. En svo liðu mörg ár. Luego pasaron muchos años. Fleiri en puttanir okkar. Más años que nuestros dedos. Og Daniel var orðinn gamall maður. Y Daniel ya estaba viejito. Og það kom nýr konungur. Y llegó un rey nuevo. Og konungurinn, hann sá að Daniel var mjög vitur. Y el rey vio que Daniel era muy sabio. Og mjög góður að gefa góð ráð. Era bueno para dar buenos consejos. Svo hann ákvað að þegar hann treysti Daniel. Tomó la decisión porque confiaba en Daniel. Að Daniel yrði næst efstir og myndi ráða öllu í ríkinu hans. Y que Daniel iba a ser el más cercano al rey y que iba a dirigir todo en el reino. Það bara kóngurinn fyrir ofan hann. Solamente el rey iba a ser sobre él. Þannig að hann var yfir öllu fólkinu, yfir öllum spámennunum. Él estaba sobre toda la gente, todos los profetas. Og líka yfir öllum jörlunum. Y todos los
reales. Já. Og jarlanir, þeir voru þeir sem stjórnuðu svona ákveðnum svæðum í konungsríkinu. Y los reales estaban controlando ciertas áreas En þeim leist ekkert á að fá okkur nýjan yfirmann. y no querían ese nuevo jefe. Þeir eru eiginlega bara svolítið afbyrðsamir. Se pusieron todos con celos. Svo þeir bjuggu til plan. Entonces hicieron un plan. Við reynum að ná Daniel á einhverju, hangan á einhverju. Vamos a tratar de poner trampa a Daniel. Og ef við getum klagað hann, að þá hættir konungurinn við að hafa hann sem næst æðstan. Si podemos encontrar algo para acusarlo, entonces ya el rey no va a querer tenerlo. Var það fallegt að jörlunum? ¿Era bonito eso? Nei. No. En þeir bjuggu til plan. Pero hicieron un plan. Og fyrst þá fylgdustu með Daniel. Primero estaban fijándose bien en Daniel. Daniel alltaf að segja satt? Daniel está diciendo siempre la verdad. Já, Daniel segja alltaf satt. Sí, siempre está diciendo la verdad. Og hérna, hann að gera það sem hann á að vera að gera? ¿Y está haciendo lo que debería estar haciendo? Já, hann stendur sig bara mjög vel. Sí, está haciendo todas las cosas muy bien. Aldrei seinn, Nunca está retrasado, aldrei að plata nunca está engañando og segir aldrei neitt ósatt. y nunca dice nada que no sea verdad. Þannig þeir vissi ekki alveg hvernig ætti að klaga hann. Það var ekki til að klaga. No había nada que acusarlo. Svo að það var eitt sem hugsaði. Pero había uno que pensó, Hafið ekki tekið eftir að Daniel fer á hverjum einasta degi, se dan cuenta que Daniel va en cada día, ekki bara einu sinni, heldur þrisvar, no solamente una vez, sino 3 veces, í íbúðina sína og opna gluggann. a su casa, abre la ventana, Ef að prófa að opna gluggann saman. pueden abrir la Opna ventana, gluggann. a ver, así, Og svo fer hann á hnjáninn, og luego hann setur hendurna svona saman pone las manos así og hann biður til Guðs. y empieza a orar con Dios. Og við stundum biðjum við til Guðs bara hvíslum. Góði Guð. A veces hablamos con Dios en silencio, En Daniel bað allan það hátt pero, að þeir sem voru á götunni heyrðu að hann var að biðja til Guðs. pero Daniel escuchó tan fuerte, oró tan fuerte que se escuchaba hasta la calle. Ég veit ekki hvort að við að gera það líka, en allavega Daniel gerði það. Pero Daniel lo hacía así, no sé si se debe hacer así. Allir vissu að Daniel þjónaði Guð himnanna. Todos sabían que Daniel servía a Dios del cielo. Og þá sögður, heyrðu, við búum bara til lög sem banna fólki að biðja til annara guða heldur en konungsins. Entonces vamos a poner una ley que se prohíbe adorar a otra cosa que al rey. Og að því að konungurinn, hann svo upptekinn af sjálfum sér, þá mun hann samþykkja lögin og hann mun ekkert spá í að Daniel biðji til Guðs. Y como el rey está muy ocupado de sí mismo, no va a pensar en Daniel. Svo látum við bara að vera þannig, ef maður biður til einhvers annars Guðs, að þá var maður settir í ljónagryfjuna. Y vamos a poner una ley de que si uno adora otra cosa que al rey, lo vamos a tirar en donde están los leones. Það voru mörg ljón í ljónagryfjunni Y había muchos leones ahí og þau öskruðu hátt. y llamaban muy fuerte. Það var ekki gott að fara í ljónagryfjuna. No era bueno estar ahí. Svo þeir fóru til konungsins og sögðu, konungur, Fueron con el rey y dijeron, rey, við viljum gera þig, við viljum hrósa þér og þakka þér og við viljum bara setja þessi lög, þannig að megi bara biðja til þín í 30 daga. queremos poner esa ley para que la gente adore a ti nada más por 30 días. Og konungurinn sagði, en skemmtilegt, mér líst rosalega vel á þetta. Y el rey dijo, esto es maravilloso. Hann tók hringinn sinn og hann innsiglaði lögin. Y puso esa ley. Án þess að hugsa, No pensó, allan ekki Daniel. por lo menos no pensó en Daniel. Svo heyri Daniel af lögunum, Y escuchó Daniel la ley. en Daniel, og jarlarnir þeir eru að fylgjast með Daniel. Y los reales, los de la realeza estaban fijándose en él. Og þeir eru að fylgjast með, ætli Daniel biðji núna þegar hann má ekki biðja. ¿Será que Daniel va a orar, aunque está prohibido orar? Og þeir sá að Daniel fór heim, Vieron que Daniel fue a su casa. svo biður í smá stund. Esperaron un rato. Ástin, ég sagði ekki taka biðjuna. Svona.
og sí. Það fyrir allt út allt. Takk. Þetta eru blöðin mín og biblían mín. Svona, þess vegna má ekki leika með þetta. Esta es mi Biblia, esta es mi... Ég ætla bara að fá að geyma það hérna hjá ömmu í smástund, svo ég geti klára söguna. Og jarlarnir þið voru að fylgjast með og Daniel var komin heim. Y Daniel ya había llegado a casa. Og vitið hvað gerist? ¿Y saben qué pasó? Við æfum okkur á hann. Daniel, hann opnaði gluggan. Daniel abrió la ventana Og hann fór og hann bað. y oró. Og þegar jarlarnir heyrðu Y cuando escucharon los Ajá. reales de eso, að hann var að biðja til Guðs, que estaba orando con Dios en ekki konungsins, y no al rey, þá sögður, já, við náðum honum. y dijeron, ahora sí, Við náðum honum. Og þeir fóru og klöguðu hann í konunginn. y fueron a decirle al rey que había hecho a Og Daniel. hvað gat konungurinn gert? Hann var búinn að samþykkja lögin. ¿Y ahora qué podía hacer el rey? Ya había Allir- aceptado la ley. Allir sem báðu til einhvers annars guðs en konungsins, þeir þurftu að fara í ljónagrifina. Todos los que oraban a alguien que no era En, en, el rey tenían que ir a donde estaban los leones. en konungurinn Daniel var vinur hans, svo hún fannst það mjög leiðilegt. Y eso no le gustó nada al rey. Stella, þú getur verið hér. Stella getur verið hér. Það er stundum erfitt að vera lítill. A veces es difícil ser pequeño. En það er líka rosa gaman stundum líka. También puede ser divertido. En þarna var konungurinn í svolítið klemmu. Ahora el rey estaba en un lío. Daniel var vinur hans, Daniel era su amigo hann stóð sér rosa vel, y había hecho las cosas bien, en hann var búinn að samþykkja lögin. pero también había aceptado la ley. Svo þeir þurftu að setja Daniel í ljónagrifina. Entonces tenían que poner a Daniel donde estaban los leones. Og það tóku varmenn tóku undir hendunar á Daniel og undir fætunar á Daniel og þau köstu honum hún í ljónagrifina. Y lo tiraron a donde estaban los leones Og svo lokuðu þeir fyrir. y cerraron. En allt í einu var alveg þögn. De repente estaba todo en silencio. Og konungurinn var að reyna að sofa og hann var alltaf að hlusta hvort hann myndi heyri ljónunum. Y el rey estaba tratando de dormir y a ver si escuchaba a los leones, En það heyrist ekkert í ljónunum. pero no escuchaban los leones. Það var skrítið því að vanalega voru ljónin að öskra á nóttunum. Qué raro, porque los leones a veces hacían ruido. Svo morguninn Y en la mañana þá fór konungurinn til að athuga með Daniel. fue el rey a checar lo de Daniel, Og hann opnaði, þeir opnaði ljónagrifina abrió og donde estaban los leones. kallaði, Daniel, þú þarna? Daniel, ¿tú estás ahí todavía? Gat Guð þinn bjarga þér? ¿Pudo Dios ayudarte? Og veitir hvað gerist? ¿Qué es lo que pasó? Já. ¿Saben lo que pasó? Gerði Daniel eitthvað? ¿Hizo Daniel algo? Hann svaraði. Contestó Konungurinn lifi eilíflega. y dijo que para siempre viva el rey. Guð sendi engil Dios mandó un ángel, og engillinn lokaði munninum á ljónunum. él cerró la boca de los leones, Svo þau gerði mér ekkert mein. así que no me lastimaron. Þannig að Guð bjarga. Já. Þannig að engillinn passaði Daniel. Entonces el ángel protegió a Hvað Daniel. konungurinn var glaður að vinur hans Daniel, það var allt í lagi með hann. Qué feliz estaba Daniel. Kastið niður reipinu, rey. sækið hann Daniel. Y el rey dijo, tráiganme a Daniel aquí. Hann var svo glaður. Estaba tan feliz. Og vitið það, Y saben, alveg eins og Guð sendi engil til Daniels así como Dios mandó un ángel a til að Daniel passa hann, para cuidarlo, þá sendir hann engla til að passa ykkur. también mandó ángeles para cuidar a ustedes. Þið vendar engla sem passa ykkur. Ustedes tienen un ángel de guardia Við quien getum los ekki cuida. séð þá, No los vemos, en þeir eru að passa okkur samt. pero nos están cuidando. Alveg eins og Guð sendi engil til að passa Daniel. Así como Dios mandó ángel a cuidar a Daniel. Og leið og Daniel var komin upp á ljónagrifinni, Y cuando Daniel salió de donde estaban los leones, hvað heldur að ljónin hafa byrjað að gera? ¿qué empezaron a hacer los leones? Já, opnuðu munninn og byrjuðu, rar, og lætin byrjuðu aftur. Abrieron la boca y empezaron a hacer ruido. Af því að þá var engillinn ekki lengur að halda fyrir munnin.
porque no había nadie para cerrarles la boca. Eigum við að biðja saman, Vamos a orar, eins og Daniel gerði? así como Daniel hacía. Kæri himneski faðir, Querido Señor que estás en el cielo, takk fyrir að þú sendir engil til að loka munnin ljónana. gracias porque tú estabas para cerrar la boca de los leones. Og takk fyrir það að þú vilt líka setja engla til að hjálpa okkur. Gracias porque tú también quieres poner ángeles para cuidar a nosotros. Vertu með okkur og okkur börnunum og stóru börnunum Te pido que nos protejas a todos nosotros og blessað okkur y que nos bendigas, og vertu með okkur ávallt. que estés siempre con nosotros. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amen. Those who speak English, will you please get headset for the translation here in the back? We're going to No, we always translate through Spanish when we have the Icelandic speaker. You see? So we Þau eru need to búnar- change. Þau eru búin að senda spænsku er allir með. Allir sem er spænskumenn, þeir eru með heyrnartól, þannig að það er mjög einfaldara. Sí, estaba yo pensando en eso. Veitis, ef ekki frekar á ensku, því við hefum ekki tíma til að skipta. Bueno, Cristian está diciendo que lo hagamos en inglés esta vez, pero no soy muy buena para eso, ¿eh? No soy muy buena para traducir en inglés. Já, ég nefnilega treysti mér ekki að gera Já, það á ensku. fyrir ekki það. Já, svoleiðis. Við getum kannski... Já. Annað. Ásækjum aðeins að finna bara út úr bestu leiðin til að þýða. Þá skulum við kannski bara, ef ég bið nokkar að hjálpa stað við að dreifa þýðingabúnaði fyrir þá sem vilja þýðingu vera ensku. Sorry, we're going to be changing the translation up a bit, so we're going to translate into English via the headset and Spanish from here up front. Við erum nefnilega svo blessuð að við erum með fólk sem talar mörg tungumál. Somos muy bendecidos de que tenemos aquí muchos idiomas y hay gente que sabe muchos idiomas también para traducir. Ef við ekki að lofa Guð fyrir það? Vamos a adorar, vamos a alabar a Dios por eso. Stundum er það flóknara, A veces es más complicado, en það er samt dýrmætt að hafa vini okkar sem tala mörg mismunandi tungumál. pero tenemos amigos que hablan varios idiomas. Mætti ég, já. Ég veit ekki hvort við séum það bil tilbúin að, já, ok, ég held að sé flestir séu komnir með heyrnartól sem þurfa. Það er eins og þið kannski flest þekkið að við fáum gesti. Es así como ustedes muchas veces saben que recibimos visitas. Núna í kringum 15. ágúst El 15 de agosto, þegar að AWR, Adventist World Radio, cuando Adventist World Radio og kemur og er með trúboðsskóla hér á landi viene con una escuela de evangelismo. og það eru núna rúmlega 40 nemendur að fara að koma víðsvegar af heiminum. Van a venir como 40 estudiantes de muchos lados del mundo Og það verða, og þetta byrja núna eftir 2 vikur cirka Empieza en 2 semanas, más o menos, og síðan verða opinberir fyrirlestrar á 3 stöðum frá með 23. september y van a haber también predicaciones de 3 lugares por lo menos el 23 de agosto. Það verða fyrirlestrar hér í loftsalum Van a ver aquí, í Ingólfsstræti también en el centro, en Ingolstræti, og líka á Selfoss. también A en minnsta kosti. Selfoss. Og
við erum búin að vera að undirbúa og biðja fyrir þessu. Við Hemos biðjum ykkur að halda áfram að gera það. Hemos estado preparando y también hemos estado orando por esto. En áður en ég tala til ykkar, þá langar mig til þess að við lútum höfði í bæn saman. Antes de que empecemos, vamos a orar. Kæri himneski Faðir, Querido Señor, que estás en el cielo, við þökkum þér fyrir allar þínar blessanir. gracias por todas tus bendiciones. Við þökkum þér fyrir alla systur og bræður sem eru komin saman hér í dag. Gracias por todos los hermanos que están aquí. Þakka þér fyrir það að við getum komið víðsvegar að Gracias que podemos venir de muchos lados og komið og tilbeðið þig. y orar o adorarte a ti. Kæri Faðir, við biðjum þig að vera með og undirbúa Te pido que estés con nosotros y que estés preparándonos fyrir trúboðsskólan para la escuela de evangelismo, og fyrir nemynduna sem eru að koma. para todos los estudiantes que vienen. Að þú megi vera með fyrirlestrunum Y que tú estés con las predicaciones también. og að þú megir leið okkur að þeim sem eru tilbúinir til að heyra þitt orð. Que nos guíes para que estemos preparados para escuchar tus palabras. En ég biðji líka að undirbúa hjörtu okkar, Prepara nuestros corazones también, að við getum tekið þátt og stutt við eins mikið og hægt que tomemos parte y que apoyemos eso. og fengið hlutdeild í þessari gleði sem þetta Y sentir esa felicidad de tomar parte. Kæri Guð, við biðjum þess að þú verið með okkur þegar við hlýðum á orð þitt í dag. Te pedimos que tú estés con nosotros ahora que estamos escuchando tu palabra, Og ég bið þig að þinn heila andi megi leiða que tu Espíritu Santo nos guíe, mig og alla hér. a mí y a todos aquí. Í Jesú nafni. En el nombre de Cristo Jesús. Amen. Amén. Það stendur í Biblíunni að heimskingin segir að Guð ekki til. Dice en la Biblia que el tonto dice que Dios no existe. Við megum kannski ekki fara og kalla fólk heimskingja. Tal vez no deberíamos ir a decirle a la gente que son tontos. Telst ekki fallegt. Eso no es bonito. En það fáviska að afneita Guði. Pero es una tontería decir que no existe Dios. En samt þetta svo skrítið. Pero es tan extraño. Út af því að við eigum í mismunandi persónulegu sambandi við Guð. Porque tenemos una relación diferente cada quien con Dios. Ég hef kannski aðra sýn á hvernig Guð heldur en þú. Yo tal vez tengo una visión diferente de Dios que tú. Og mín sýn á Guð byggist kannski á minni upplifun. Mi vista de Dios depende de mi experiencia con Dios. Og minni reynslu. Y como yo he vivido con Dios. Ekki bara reynslu af Guði, No solamente la experiencia de Dios, en stundum því miður reynslu af fólki. pero a veces experiencia de gente. Ég hef kannski annan bakgrunn í lestur reikningarnar. Tal vez tengo yo otro fondo al leer la Biblia. Við erum kannski á mismunandi stöðum í göngu okkar með Kristi. Tal vez estamos en un lugar diferente en nuestro camino con Dios. Sumir hafa kynnst Kristi fyrir stuttu síðan. Algunos llegaron a conocer a Cristo hace poco Aðrir hafa gengið með honum langa ævi. y otros han estado caminando con Él toda la vida. Við Takk, ástu mín. En þegar að Kristur var við það að kveðja lærisveina sína, Cuando Cristo estaba despidiéndose de sus discípulos, þá segir hann við þá, les dice, og Sonja las fyrir okkur áðan, y lo que leyó Sonia hace rato, Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, Jesús fue a ellos, les dijo, allt valdi mér gefið á himni og jörðu. todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum, Por eso vayan a ser todas las naciones discípulos. skýrið það nafni Föður, Sonar og heilags anda. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Stoppar ekki þar, heldur segir, kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið þér. Y enséñenles a hacer todo lo que les he enseñado. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.
miran, yo voy a estar con ustedes hasta que termine el mundo. Guð kallar okkur til þess Dios nos llama að segja öðrum frá kærleik sínum, para decir a otros de su amor, að segja frá fagnaðar erindinu. decirles las buenas noticias. Fyrir á þessu ári þá fengum við langþráða heimsól frá ræðmanni sem heitir Pavel Goya. Temprano en este año recibimos una visita a Islandia, un pastor que se llama Pavel Goya. Og það var blessun fyrir okkur sem náðum að hlýða á, Fue una gran bendición, ekki vegna þess að hann kom þar í eigin persónu, no solamente porque vino en persona, heldur vegna þess að hann sagði frá því hvað Guð hefði gert. sino él contaba los milagros que Dios había hecho, Ekki bara í sínu lífi, no solamente en su vida, en í lífi annara líka. pero también en la vida de otros. Að heyra sögunar af því þegar að herinn eða lögreglan í Rúmeníu kom inn að leita að biblíum á fjölskyldur hans. Escuchar la historia cuando la policía fue a su casa en Rumania para buscar las Biblias. Þið vitið, það mátti ekkert vera með neina biblíur Sí sabían que no era permitido tener Biblia en á Rumania tímum Ceausescu. en el tiempo de Ceausescu. Ímyndið ykkur stofuna á sviðinu. Imagínense la sala aquí en el escenario. Það eru borð og stólar Hay mesas, sillas og það eru kassar á hverju einasta borði. y habían cajas en cada mesa, Allstaðar kassar af biblíum. cajas por todos lados llenas de Biblias. Og þeir koma inn Y la policía entró para buscar, og þeir labba inn og út, buscan por todos lados, van para adentro, skoða para út afuera. allt, en finna enga biblíur. No encuentran ninguna Biblia. Pabbi hans og annað samverka fólk Su papá y otros flutt inn biblíur hverri viku í bara 100 að tali. estaban importando Biblias al país, muchas Biblias. Á tímum kommunisma þar sem ekkert mátti tala Guð. En el tiempo del comunismo, cuando era prohibido hablar de Dios. Og það voru margar og margar svona sögur. Y había muchas historias así. Mér situr í fersku minni sagan sem hann sagði líka frá af pappa sínum sem var verið að elta hann í skóginum. Y también me acuerdo de la historia que contó de su papá cuando la policía estaba corriendo tras de su papá en el bosque. Og þeir eru fastir. Y realmente están atrapados. Þeir eru hérna með við ána Aquí hay un río y están aquí de ese lado. og það gömul göngubrú þar. Y había un puente muy viejo colgado entre un lado al otro. Úr tré. Estaba de madera. Og þeir höfðu ekkert val. Lögreglan var að koma eftir þeim. No tenían una opción. La policía venía atrás de ellos Annarkvort fóru þeir yfir brúna o cruzaban el puente eða að þeim yrði náð. o los iban a agarrar. Svo að, mér minni að það hafi nú verið pappan sem fór á undan. Si recuerdo bien, su papá fue primero, Þeir voru nefnilega tveir. porque eran dos. Og hann hleypur út á tröppuna, eða sérst yfir brúna. Entonces salió corriendo para cruzar el puente Svo öskar hinn og segir, y el otro grita atrás de él y dice, passaði þig! cuidado, dijo, Því að hann var að hlaupa porque iba yfir corriendo, brúna, en þar sem hann var að hlaupa, pero donde él estaba corriendo sobre el puente það voru engar spýtur. no había madera, Það voru engar spýtur þar sem hann var að hlaupa. no había ninguna madera, Og hann lítur niður, hann stoppar og lítur niður, y mira para abajo y hann dice, stóð þarna í loftinu. y estaba parado en el aire Og heldur sér áfram. y sigue corriendo. Sá sem eftir kom, El que venía atrás hann þorði nú ekki leika þetta eftir. no se atrevía a hacer lo mismo. Svo hann fór yfir á reipinu yfir. Entonces estaba bien agarrado öðru megin. del lazo de un lado. Ótrúlegt bænasvar. Pero fue una respuesta de oración increíble. Hermennir þorðu sjálfsögðu ekki yfir þessa brú. Los soldados
Og no þeir se sáu þetta atrevían. líka gerast. Y lo vieron pasar. Hvernig getur þetta gerst? ¿Cómo pudo haber pasado eso? Pavel sagði líka sögur sem að gerðust nær okkar tíma. Pavel también nos dijo historias que pasaron en nuestro tiempo. Í einu landi að þá var lítil kirkja En un país había una iglesia pequeña og þau voru alltaf að senda unga fólki sitt í stórborg y siempre mandaban a sus jóvenes a las ciudades grandes, af því að þau þurftu að mennta sig. porque los jóvenes tenían que ir a educarse, sí, a estudiar. En það var engin kirkja þar. Pero ahí no había iglesia. Þannig að unga fólki fór, menntaði sig Así que los jóvenes iban a estudiar og misti tengslin við Guð. y perdieron la conexión con Dios. Og þeim leist ekkert á þetta. Y eso no les gustó. Svo þau fóru að biðja fyrir því Entonces empezaron a orar og þóttu væru mörg hundru kílómetrum í burtu, y aunque estaban muchos kilómetros lejos de ahí, þá báðu þau fyrir þessu og þau héldu fyrirlestra. oraron por eso y hacían sermones Og þetta leit allt mjög vel út en að lokum y todo se veía bien, pero al final þá var bara ein gömul kona había una viejita sem að tók skýrn. que quiso bautizarse. Þau ætlaðu að reyna að stofna kirkju en það var bara ein kona sem var. Querían poner una iglesia ahí en la ciudad, pero solo había una viejita que se bautizó. En það sem verra var að hún var líka lasin Y lo peor es que ella estaba muy enferma og hún þurfti mikla hjálp. y tenía que recibir mucha ayuda. Hún átti ekki langt eftir. Y no le faltaba mucho para morir. Og hún, já, þannig að þau ákveðu að við verðum að fá hjálp fyrir hana. Tomaron una decisión, tenemos que ayudarle. Og þau borguðu nágrannarnar fyrir að passa hana. Entonces le pagaban a la vecina Passa upp á hana, að hún myndi borða, þrífa para que la fyrir hana. cuidaran, para que la cuidaran, que la limpiaran, que limpiaran su Hún casa, fengi lyfin og allt svoleiðis. que le dieran su medicamento. Og svo var einn hluti sem nágrann átti að gera. Y una cosa que la vecina tenía que hacer, Hann átti að lesa fyrir konuna í Biblíunni. tenía que leer diario de la Biblia para la señora. Konan, hún sá ekki lengur nógu vel til að lesa sjálf. Es que no veía bien la señora para Þannig leer. að þú átti að passa hana og þú átti að lesa fyrir hana. Tú tienes que cuidar de ella y leer para ella. Hún var ekkert alveg viss hún vildi vera að lesa upp Biblíunni. Hún var nefnilega ekki trúið þessi kona sem var að hjálpa henni. Esa vecina no tenía ninguna fe y no estaba tan segura de que quería estar leyendo la Biblia. Og sagði, jú, þú verður að lesa fyrir hana. Þú ert að fá borga fyrir það. Tienes que leer para ella. En þau voru langt í burtu. Te estamos pagando para eso, pero ellos estaban muy lejos. Svo að það líður vika. Þau hringja. Spurja, Entonces hvernig gengur? pasó una semana y preguntaba, ¿cómo les va? Gengur vel? Todo va bien. Og ertu búin að lesa fyrir hana? ¿Y le leíste? Nei, No, ég veit ekkert hvað ég á að lesa fyrir hana. yo no sé qué leer. Svo þau segja, já, þú verður að lesa fyrir hana. Við erum að borga þig fyrir að gera það líka. Ellos le dijeron, tienes que leer, te estamos pagando para eso. Og þau gáðu henni reikningastað til að lesa fyrir hana. Y le dijeron que leer. Og næstu viku, Y en la próxima semana þá var hún ekki búin að lesa með henni heldur. tampoco había leído. Og í þriðju vikunni, Y la tercera semana, ég veit það. Og þá gerist nefnilega það leiðilega að hún fellur frá, kona. entonces de repente esta mujer murió, como se esperaba. Og konan hringir Y la mujer le og það llama, koma, þú veist, bráðaliðar og, þú veist, lögreglan kemur og viene la policía, la ambulancia, svo segir konan við þá, allar þessa aðila, y la mujer le dice a todas esas að personas, því þeir ætla að fara með líkið, porque iban a llevar la difunta, segir hann við þau, le dice, veistu það, ég veit ekki alveg hvernig þetta er með þessa aðventista, yo no sé qué es con esos adventistas, dice a la policía. en þeir vildu svo rosalega mikið að ég myndi lesa fyrir hana og ég er ekki búin að gera það og ef þið komast að ég var ekki búin að lesa fyrir hana, ég veit ekki hvað gerist. Ellos me habían pedido tantas veces que le leyera de la Biblia, nunca lo hice y
no sé qué es lo que va a pasar ahora que nunca lo hice. Kannski þetta eins og með kaþólikana, það þarf að lesa, ákveðið sakrament þegar fólk deyr og ég bara verð að lesa þetta fyrir hana núna. Y ella decía, tal vez es así con los católicos que tienen el sacramento. Es que yo creo que tengo que leer esto para la difunta. Og þeir segja, allt í lagi, þú bara lest fyrir hana og við bara bíðum aðeins, ekkert mál. Y ellos dijeron, bueno, lee, vamos a esperar. Það stólið úr með akkurat textin þegar stendur það núna, en hún byrjar að lesa fyrir hana. Le empieza a leer. Og það segir í textanum eitthvað svona Y el texto dice að Kristur reisi upp. Que Cristo resucita. Og viti menn, hún reist upp. Y esta mujer se resucitó cuando se le leyó eso. Hún var lifandi. Y quedó viva. Þarna varstu með nágrannan. Tenías a la vecina. Þú varst með lögreglumanninn. Tenías a la policía. Þú varst með bráðatækniliðan. Tenías sjúkrabílsfólkið. a los de la ambulancia. Fjöldi vitna. Muchos testigos. Þú voru búin að segja hún var í dáin. Le habían dicho que estaba muerta. Og hún reis upp. Y ella resucitó. Þegar hún heyrði orð Guðs. Cuando escuchó la palabra de Dios. Til að gera langa sögu stytta, að það var allt í einu komin kirkja í þessum bæ. Para hacer esa historia más corta, ahora sí, por fin tenían una iglesia en esta ciudad. Þið héldu að það var bara einn. Það var bara ein gömul kona. Solo había llegado una anciana. Kannski tók þið ekkert að vera að gera þetta allt saman. Y pensaron, bueno, tal vez no valió la pena hacer eso. En Guð hafði svo miklu meira. Pero Dios tenía algo más en mente. Ég man eftir því þegar ég fór sjálfur á Mission College til Bandaríkjanna. Yo me acuerdo cuando fui yo mismo a ese tipo de entrenamiento a Estados Unidos, como se va a hacer en agosto. Þá fengum við tækifæri til að ganga í hús. Nos dieron oportunidades de ir a tocar puerta a puerta. Bæði að selja bækur og líka til að bjóða fólki að koma samkomur eða bjóða þeim að lesa með þeim. Vender Biblias o invitarles a estudiar la Biblia o vender libros. Og maður tók því alveg alvarlega að stóða að maður mætti ekki koma því það var líka kannski merkja á hundum eða merkja á byssum eða eitthvað. Tomábamos las señales en serio que decía en las casas no se permite entrar y también habían señales de perros. Y la gente también tenía. En ég var í Oregon þannig að það var nokkuð öruggt fylki. La gente también tenía rifles en su casa, pero estábamos en el estado de Oregon y era bastante seguro. Og ég og Matthew, við vorum bæði herbyggisfélagar og fengum að fara saman út. Mi amigo Matthew, nosotros estábamos en la misma habitación y íbamos juntos también. Við fórum út og við vorum að tala við fólk og bjóða á samkomur, bjóða að lesa með þeim. Íbamos a tocar en puertas y invitar a la gente a venir a los sermones. En einn daginn þá bönkum við upp á. Pero un día tocamos una puerta. Og við hittum þar, það var ung stelpa. Encontramos a una jovencita. Og hún hafði áhuga á að það yrði lesið með henni. Y ella tenía interés en que leyéramos con ella. Við vissum ekki þá að hún var undir 18 ára og í Bandaríkjunum þá það mjög passasamir. Nosotros no sabíamos que ella era menor de 18 años. Þannig við vorum búin að mæla okkur mót og koma aftur. Y habíamos decidido vernos de pronto. Og við sáum að það var einhver heima en það svaraði enginn. Vimos que alguien estaba en casa pero nadie contestó. En við höfum samband í gegnum, við vorum með einhverja tengilega upplýsingar og við gátum haft samband og við hittum hana einu sinni og eins og segi, við vissum ekkert að hún var ung, við vorum svo sem ungi líka. Nosotros íbamos otra vez a visitar y nosotros no sabíamos que era tan joven. También nosotros éramos muy jóvenes. En þess að foreldrar hennar vildi ekki að hún myndi hitta tvo ókunna unga drengi án þeirra. Sus padres no querían que ella se viera con dos jóvenes varones y a solas. Se puede entender muy bien. En hún hafði mjög mikinn áhuga. Pero ella tenía mucho interés. Og ég man við náðum ekki að fylgja þessu nógu vel eftir, fannst mér. Me acuerdo que no pudimos juntarnos con ella. En það var síðan nokkrum árum seinna. Pero unos años después. Að ég fæ tölvupóst. Me dieron un correo.
Þegar við höfum verið í tölvupóstsamskiptum. Me mandaron un correo porque habíamos estado en comunicación a través del correo. Og þá skrifar stelpan. Y esta jovencita me mandó este correo. Ég var að fara í gegnum þetta gamla tölvupóstfang. Estaba yo viendo este correo viejo que tenía yo. Og ég sá póstana frá ykkur. Ella dijo, yo acabo de ver viejos correos electrónicos que me habían mandado. Ella dijo. Og mér langaði bara til að láta ykkur vita Y quería avisarles að ég fór og ég las með einhverjum öðrum í kirkjunni. Fui a leer y estudiar la Biblia con otras personas en la iglesia. Og ég skýrður meðlimur í kirkjunni núna í dag. Y ahora soy miembro bautizado de esta iglesia. Við höfum ekki náð að fylgja því eftir sjálfir, en þau hefðu verið fylgt eftir. Nosotros no habíamos podido alcanzarla, pero otros sí. Ég hefði hugsað í mörg ár hvað hefði gerst, en þarna fekk ég svar og fekk að vita hvað gerðist. Por muchos años yo había pensado qué había pasado, pero esta vez yo recibí la respuesta. Staðreyndin sú að stundum fáum við ekki að vita hvað gerist. Pero a veces nunca vamos a saber. Við sáum fræjum, Nos ponemos semillas en við vitum ekki hvernig þau blómstra. y no sabemos cómo florecen. Mér langar að segja ykkur nokkra stuttar frásögur í viðbót. Quiero contarles algo más. Einu sem var ungu maður Una vez había un joven að banka á dyr, tocando puertas. en hann var eiginlega hálfhræddur við að banka á dyr, þannig að hann ákvað bara að dreifa bæklingum inn í staðinn og vera ekkert að banka. Le daba miedo tocar puertas, entonces decidió nada más poner los folletos. Honum leið þannig í dag, hann ætlaði bara að gera þetta svona þann daginn. Y sentía que este día nada más lo iba a hacer así. En svo kemur hann að einni hurðinni og hann heyrir eitthvað hljóð, einhvern umgang, Pero una vez llegó a una puerta y escuchó ruido. og ekki að því honum langaði til þess, Y no porque quería, bara að því að hann hélt að hann yrði í vandræðilegum kringumstæðum ef hann væri að setja þetta inn í lúguna og það yrði opnað á hann. solamente porque pensó, bueno, va a ser raro que meta yo algo al buzón y abran la puerta a la vez. Þá ákvað hann að banka Entonces empezó a tocar la puerta. Decidió tocar la puerta. og hann sagði, ég er hérna kominn og dalalala, og Vine fór með aquí, setningarna sem hann átti að segja. dijo lo que tenía que decir Að lokum þá býður hann þeim hvort þau vilji að hann biðji fyrir þeim. y les dice, quieren que ore por ustedes. Og ungi maðurinn segir, já, endilega. Herri, getur þú biðið fyrir þessu, snýr sér að konuna og segir, fyrirgefðu. Y entonces el joven que abrió la puerta dijo, sí, puedes orar por esto, esto, esto y esto. Snýr sér að kærastunni sinni og segir, vilt þú að hann biðji fyrir einhverju, fyrir þig? Y se da la vuelta y mira a su novia, ¿tú también quieres que oren por ti de alguna cosa? Nei, segir hún. Ella dice, no, gracias. Biðdu bara fyrir henni og fjölskyldun hennar líka. El joven dice, también ora por ella y su familia. Segir strákurinn segir maðurinn ungi maðurinn við unga mannin sem var að ganga. Og svo hann biður fyrir þeim. Entonces él se pone a orar por esta pareja. Á lokni bæninni þá sá hann hvernig andlit stúlkuna hefði breyst. Y cuando termina de orar, la cara de la muchacha había cambiado. Hún var opin fyrir því að skoða bæklingin og viðhorfið var allt annað. Y su actitud había cambiado y quería ver el folleto que traía. Það var líka einu svona eitt sem bankaði hurð og á móti kom kona. Una vez tocó alguien una puerta y llegó a la puerta una anciana Og hann bauð henni að biðja fyrir henni. y le ofreció que orara por ella. Og þá kom í ljós að þessi heimsókn var bænasvar fyrir konuna. Y esa visita resultó ser una respuesta a una oración de esta señora. Hún hefði beðið þess að einhver kæmi Había orado de que alguien llegara og myndi biðja með sér. y que orara por ella. Einn daginn Un día var einhver í verslunarmiðstöð að labba había alguien caminando en un centro comercial og heyrði einhver tala á tungumáli sem við skildu vel. y escuchó a alguien hablar en su idioma que entendía bien. Svo að viðkomandi byrjaði að spjalla. Entonces este individuo empezó a platicar. Spjalli fór aðeins að tala Guð og kirkju. Empezó a hablar de Dios y de la iglesia. Og úr var að viðkomandi bauð einstaklingar sem hann hitti þarna í verslunarmiðstöðinni að koma í kirkju. Entonces este individuo invitó a esa persona a venir a su iglesia.
og viðkomandi var glaður að koma og koma í kirkju. Y este individuo estaba feliz de venir a la iglesia. Það var annað skipti þar sem að einhver var í vinnunni sinni Una vez había un señor en su trabajo og það kemur til hans einhver viðskiptavinur y vino un cliente og viðskiptavinurinn í einhverjum raunum y el cliente estaba sufriendo. og einstaklingurinn biður hvort þau vilji biðja fyrir sér Y pide que oren por él. og hann þiggur það. Y lo hicieron. Þannig að það var beðið fyrir þeim einstaklingi Entonces oraron por él og hann þótti vænt það að hann var boðið í kirkju og hann kom hingað. y estaba feliz de que lo invitaron a la iglesia. Það var ungur maður sem fór á samkomur Un joven que fue a un servicio en la iglesia, í þessum sal. aquí, en esta iglesia. Hann vissi ekki alveg hvað, No sabía hvert hann var að fara, no sabía bien a dónde iba, en hér breyttist líf hans pero aquí cambió su vida því hann fann Krist. porque encontró a Cristo. Gæti haldið áfram að segja fleiri og fleiri sögur, Yo podría seguir diciendo esas historias, en þessar síðustu sögur sem ég sagði, pero estas últimas historias que conté þær gerðust allar hér á Íslandi pasaron todas aquí en Islandia, á síðustu árum. en estos últimos años. Þegar Guð starfar Porque Dios trabaja í dag, alveg eins og hann hefur ávallt gert. hoy en día como siempre ha hecho. Það gerist stundum þannig A veces pasa así að eitthvað gengur ekki einu sinni. que no resultan las cosas bien a la primera. Eins og þegar þau heldur fyrirlestraröð, þá var bara ein eldri kona sem tók skýrn. Así como cuando hicieron sermones y solamente vino una viejita. Þau hefðu getað bara hætt að spá í þessu, Pudieron haber dicho, no, no vamos a hacer eso ya. en þau gerðu það ekki. Pero no hicieron eso Og Guð hafði eitthvað mun stærra í huga. y Dios tenía algo mucho más grande en mente para ellos. Því við búum nefnilega í alheimi þar sem það í gangi mikil barátta. Porque vivimos en un universo donde hay mucha lucha y guerra. Og við adventistar við köllum þetta deilan mikla. Nosotros lo llamamos como adventistas la gran controversia. Kristur, Guð, Cristo, Dios, að berjast við djöfulinn, Satan, está en conflicto con Satanás. og allur heimurinn undir í baráttunni. Y todo el mundo está metido en esa batalla. En þegar það kemur að því, Pero cuando llega el momento, hvar skiptir mestu máli í deilunni miklu? ¿qué es lo que importa más en ese conflicto? Ég veit ekki hvort þið hafið hugsað út í það, No sé si lo han pensado, en deilan mikla hún á sér stað í lífi hvers eins okkar. pero la gran controversia pasa en la vida de cada uno de nosotros. Deilan mikla hjartað mitt, La hjartað þitt, La controversia se trata de nuestros corazones, og hún hjarta okkar allra. el corazón de todos. Kristur gaf líf sitt á krossi Cristo dio su vida en la cruz til að gefa okkur eilíft líf, para darnos una vida eterna, til að hver sem á hann trúir, para que glatist todos ekki, los que creen en Él no se pierda, pero tenga vida eterna. heldur hafi eilíft líf. Ef við hugsum út í okkar dýrustu eign, Si pensamos en lo que apreciamos más, og ég veit ekki, fyrir allan Íslendinga þá það oftast húsið þeirra. para los islandeses muchas veces es su casa. Hugsa ykkur bara með eitthvað sem dýrasta sem þið eigið. ¿Qué es lo más caro que pertenece a ustedes? Hvað ef Pero ¿qué tal að þú getur gefið hverjum sem si pudieran dar a quien sea sömu eign la misma propiedad og þú myndir ekki tapa neinu? y no perderías nada? Þú gefur hús, Tú þú heldur þínu húsi. Þú gefur næsta hús og það bara komið 3 hús og svo koll að kolli. Tú das casa y luego tú das y más personas tienen casa y tú no pierdes tu casa. Já, en Kristján, það virkar ekki svona í alvöru heiminum. Pero Cristian, no funciona así en el mundo real.
En hvað er það raunverulega sem er dýrmætast? Pero Ekki dýrast, heldur dýrmætast í lífi okkar. ¿qué es lo más valioso? No lo más caro, sino más valioso en nuestra vida. Af því það er ekki allt mælt í peningum með það nokkuð. Porque no se puede medir todo en dinero. Por favor. Sálin okkar. Sálin, en ég myndi kannski segja samband okkar við Guð. Yo quisiera decir nuestra relación con Dios. Fagnaðar erindið, Las buenas nuevas. himinin, El cielo. eilíft líf með Guði. La vida eterna con Dios. Þetta er allt eitthvað Esto es algo sem við getum hjálpað til við að gefa öðrum que podemos dar a otros án þess að glata okkur sjálf. sin perder nada de lo nuestro. Þetta er eitthvað sem við getum deilt með öðrum Esto es algo que podemos og compartir con blessunin otros margfaldast. y la bendición se multiplica. Trúboð er ekki bara fyrir einhverja útvalda. Evangelismo no es solo para ciertos escogidos. Það væri bara ekki sanngjarnt. Eso no sería justo. Jú, vissulega höfum við mismunandi hæfileika og við störfum á mismunandi hátt. Todos tenemos talentos diferentes y trabajamos de distintas maneras. Og það er allt gott og blessa því að við þurfum mismunandi hæfileika. Esto es bueno porque necesitamos talentos diferentes. Og við þurfum mismunandi fólk til að gera mismunandi hluti. Y necesitamos gente diferente para hacer cosas diferentes. En þegar við förum og störfum með Guði, Pero cuando trabajamos con Dios, sem elskaði okkur svo mikið, að hann gaf allt fyrir okkur, que nos amó tanto, que dio todo por nosotros, sem elskaði líka náungan svo mikið að hann gaf allt fyrir hann, que ama al prójimo tanto, que dio tanto por él, þá er það dýrmætt fyrir okkur. entonces esto es valioso para nosotros. Af því að stundum lendum við í því að vera í kringumstæðum þar sem að við könnumst ekki við okkur almennilega. Porque a veces estamos en situación donde no estamos, como que no estamos acostumbrados a eso. Við lendum í aðstæðum þar sem að við veitum ekki hvernig við höfum að leysa þær. Y muchas veces no sabemos cómo arreglar asuntos difíciles. Og við endanum þá komumst við að því að stundum getum við bara ekki leyst málin sjálf. Y al final nos damos cuenta que no podemos solucionar el problema. Og vonandi þurftum við ekki að komast allalegina þangað, en þá hvert erum við knúin? Entonces, si vemos eso, ¿a dónde podemos ir? Við erum knúin til bænarinnar. Nos lleva a esas dificultades a la Því oración. að Guð vil nota veikleika okkar Porque Dios quiere usar nuestras debilidades til að styrkja sitt starf. para fortalecer su trabajo en Guð vil nosotros. að við reiðum sig á hann. Dios quiere que confiemos en Él. Og þegar við stígum fram og samstörfum með Guði, Y cuando vamos para adelante y trabajamos junto con Dios, og þegar við reiðum okkur á hann, y cuando estamos apoyándonos a Él, og við leifum honum að vinna í gegnum okkur, y dejamos que Él trabaje a través de nosotros, þá styrkir það samband okkur við hann. esto es que hace que nuestra relación se fortalece con Él. Það er ekki bara fyrir þann sem að sagt er frá, No es solamente para el que le decimos de Cristo, það er ekki bara fyrir þann sem að fagnarendi er boðað til. no solo para el que recibe las buenas nuevas, Það er líka fyrir okkur también es para nosotros, sem fáum að upplifa þær blessanir sem Guð vill veita okkur que descubrimos todas las bendiciones que Dios quiere darnos. og hversu náið samband okkar getur orðið við hann. ¿Qué tan cercano nuestra relación puede llegar a ser con Él? Daniel var orðinn gamall maður. Daniel ya estaba viejito Hann var í krefjandi vinnu. y él tenía un trabajo difícil. Hann hefði alveg geta bara beðið í hljóði í 30 daga. Pudo haber orado en silencio por 30 días. Hefði einhver fundið hann að vera eitthvað minni maður að gera það? Y si ustedes piensan que hubiera sido peores oraciones. En bænin var svo mikilvægur þáttur af lífi hans Pero la oración era tan importante de su vida að hann gat ekki ímynda sér que að halda ekki í bænina. no se podía imaginar no orar. Daniel ákvað Entonces tomó la decisión
ég vil frekar hafa bænina í lífi mínu Yo prefiero tener la oración en mi vida en að fara í ljónagrifju y que me tiren ante los leones heldur en að vera án bænarinnar í 30 daga. en vez de estar sin la oración por 30 días. Daniel átti samband við Krist Daniel tenía una relación muy cercana a Cristo og við eigum þetta persónulega samband hvert og eitt okkar. y nosotros también tenemos eso. Við eigum okkar eigin reynslu sögu hvernig við komum til Krist. Nosotros tenemos diferentes historias de cómo hemos llegado a Cristo. Við erum á mismunandi stað í göngu okkar með Kristi. Estamos en lugares diferentes en el camino con Cristo. En ég hvet hvern og einn Pero yo les sugiero að hugsa og huglega það vel og vandlega. que lo piensen muy bien. Hvernig get ég ¿Cómo puedo yo leitt aðra til Krist? llevar a otros a Cristo? Hvernig get ég leitt aðra til Krist? ¿Cómo puedo llevar a otros a Cristo? Guð hefur gefið mér þessa gjöf Dios me ha dado este don og ég vil gefa öðrum hana. y yo quiero regalarle ese a otros. Megi Guð blessa ykkur öll. Que Dios los bendiga a todos. Amen. Við þökkum fyrir þessa yndislega ræðu Hans Kristjáns og alla þessu sögu sem getur hjálpa okkur áfram líka. En við ætlum hérna að halda áfram með að klára þessu guðþjónustu með því að syngja sálmur 428. Viltu starfa og stríða með Jesú? Stríða
Þannig að biðja Kristján að koma hérna upp og segja blessuna orðin. Við skulum standa á fætur. Ég ætla að lesa hér úr Júdasarbréfi á 24. vers. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta þau koma fram fyrir dýrð sína, lítalausa í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist, drottinn vorn, sé dýrð, hátign, máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen.